Ágætu gestir, ég vil byrja á því að bjóða okkur öll velkomin sem eru hér í Veröld, húsi Vigdísar og ykkur hinn sem eru að fylgjast með í streymi. Tilefni þessa fundar mánaðarlegur fundur á vegum Landspítala og Háskóla Íslands undir yfirskriftinni Heilsan okkar og þetta framtak sem hefur núna verið við lýði undanfarið tæpt ár og gengið mjög vel og þessar tvær stofnanir hafa leitast við að fræða almenning og miðla mikilvægum upplýsingum heilsutengt málefni. Og í dag yfirskriftin langvinn einkenni COVID. Við höfum 90 mínútur til umráða og 6 fyrirlesara sem munu ræða þetta gríðarlega umfangsmikla vangreinda og torskiljanlega vandamál. Margir bera harm sinn í hljóði sem hafa orðið fyrir barðinu á þessari sýkingu og við eigum mjög langt í land með að skilja nákvæmlega hvað gerist og hvað það sem stjórnar því að fólk veikist svo alvarlega sem raun ber vitni. Og það sannarlega ástæða til þess að reyna að auka rannsóknir og þekkingu og þróun meðferða til þess að komast út úr því ástandi. Og það má kannski segja að þessi miklu áföll sem margir einstaklingar hafa orðið fyrir að þau safnast síðan saman og maður sér að þetta hefur líka haft áhrif á fjölskyldur, heilu samfélögin, pólitíkina eins og við þekkjum öll og í fersku minni úr COVID-inu, eins og það var kallað. Ég heiti Magnús Gottfreðsson, ég prófessor í læknadeild Háskóla Íslands, ég fundastjóri hér í dag og það verða 6 erindi, hvert sig það bil 12 mínútur og ég ætla að vera nokkuð harður á því að stoppa fyrirlesarana af eftir 12 mínútur til þess að við höfum pláss fyrir pallborð hér í blá lokin. Þannig að ég ætla að biðja ykkur hér í salnum að halda spurningunum fyrir ykkur þar til í lokin, svo við getum haldið nokkurn veginn í þeirri tímaáætlun sem lagt var upp með. Nú, dagskráin eins og ég nefndi áðan, fjölbreytt. Fyrstur verður Friðbjörn Sigurðsson læknir og hann mun ræða COVID, langvinnt COVID í ljósi sögunar, átti langvinnt COVID að koma óvart. Þar eftir kemur Ingibjörg Magnúsdóttir, doktorsnemi í lýðheilsuvísindum og mun fjalla langvinn, andleg, líkamleg og vitræn einkenni COVID, rannsóknir í alþjóðlega COVID með samstarfinu. Nú þar á eftir verður Karl Kristjánsson yfirlæknir á Reykjalundi og hann mun ræða langvinn einkenni eftir COVID, ávinningur að endurhæfingu, spurningamerki. Sigurveig Sigurðardóttir, yfirlæknir ofnæmislækninga á Landspítala mun ræða ónæmiskerfið og langvinn einkenni COVID. Steinunn Gestsdóttir, prófessor í sálfræði, mun lýsa sinni persónulegu reynslu af þessari sýkingu og eftirstöðum hennar í erindinu í klónum á COVID. Og síðasti fyrirlesarinn síðan María Heimisdóttir, landlæknir, sem mun ræða stuðning við sjúklinga, rétt þjónusta á réttum stað. Og ég vona að við höfum síðan kannski 15 til 20 mínútur í lokin til þess að taka við fyrirspurnum og ljúka þessu hér á tilsettum tíma sem klukkan 1. Og að svo mæltu þá ætla ég að bjóða fyrsta fyrirlesara dagsins, Friðbjörn Sigurðsson, velkomin í pontu. Gjör svo vel. Komið sæl. Hvað langvinn COVID? Það ekki best aðeins að spugla við því. Já, það eru bara öll einkenni sem tengjast COVID-sýkingu og koma annaðhvort í beinu framhaldi af COVID-bráðasýkingunni eða innan nokkra vikna, kannski innan 12 vikna, en halda svo áfram og þurfa að vera í allavega 3 mánuði áður getum bara að kalla þetta langvinn einkenni COVID. Og þessi einkenni geta lagst á öll líffæri og það búið að lýsa yfir 200 mismunandi einkennum af afleiðingum af COVID-sýkingu. Einkenni geta varið í langan tíma, vikur, mánuði, ár og þessi einkenni geta bæði komið hjá þeim sem eru mikið veikir og þeim sem voru minna veikir. Alvarlegustu langvarandi einkenni COVID MS-sjúkdómurinn og hvernig lýsir MS-sjúkdómurinn sér? Og hér Hans Sveinn Benediktsson
heitinn að lýsa því hvernig þetta var hjá sér. Hann lýsti því eins og verið með flensu samfellt í 5 ár. Hversu algengt þessi kvæði? Já, það talað einhvers staðar á bilinu 1-5% svona hjá flestum sem eru inn í þetta og kannski 1% eru þannig að fá alvarleg einkenni og góðan og blessaðan. Og það talað í 400 milljónum manna sem í heiminu sé að stríða við langvarandi COVID. Það verið reiknað út hvað þetta kostar langvinnt COVID og það talað að það sé 1% af heimsframleiðslunni á ári fari í að borga langvinnt COVID. Þannig að þetta snertur okkur öll. En ég ætla að ræða það hvað segir sagan okkur aðrar sýkingar sem valda langtíma einkennum. Og ég ætla fyrst að ræða örstutt rússnesku flensuna sem var 1989 og barst hérna 1889 og barst hinga 1890. Og þetta var kvilli sem barst hratt út og byrjaði sennilega í Rússlandi, kannski kom það út frá búfé eða nautgripum og lagðist á ansi marga einstaklinga en var upphaflega talið vera COVID, upphaflega verið talið influensa. Ég veit ekki hvað þú segir það, Magnús. Það er svona vaxandi grunur að þetta hafi nú verið kórnuvera. Og því að þetta kom í bylgjum, fólk dó helst úr þessu sem var fullorðið ekki ungt fólk eins og í spænsku flensunni og þetta voru ýmis einkenni sem bentu frekar á kórnuveru heldur en influensu. Og hér ræðum við spænsku veikina aðeins. Gunnar Þór Bjarnason gaf út þessu ágætisbók fyrir örfáum árum síðan hvernig spænsku veikin lagðist á Evrópu og Ísland sérstaklega og það er alveg ljóst að það voru einstaklingar og margir einstaklingar sem voru ekkert að ná sér eftir spænsku veikina. Og hér mynd frá sjúkrahúsi í Bandaríkjunum á þessu tíma og nú ætlum við vikja aftur til Íslands og þá ætlum við að tala akruveikina og hér mynd af þessari ágætisbók sem Óskar Þór Halldórsson var að gefa út akruveikina. Og þetta var faraldur sem byrjaði fyrir 77 árum síðan og byrjaði fyrir norðan að því talið og dreifðist Norðurland í 2 bylgjum. En ef þið lesi bók Óskars þá kemur í ljós að þessi myndi bara ekki rétt. Þetta var miklu víðfeðmara og byrjaði sennilega í Reykjavík. En voru eftirstöður eftir þessa sýkingu? Já, heldur betur. Það var ekki nema lítill minnihluti sem náði sér eftir sýkinguna. 20% voru með einkenni alla ævina og það slæmeinkenni. En það sem var merkilegt við þetta hér á Íslandi að íslenski vísindamenn voru bara mjög framalega að lýsa þessu rannsakana sjúkdóm og publisera á heimsvísu. Og hérna minni sig á nokkra greinar sem hafa verið að birtast á nokkrum áratugum akruveikina. Og hvað segir sagan okkur meira? Það búið að lýsa allavega svona 70 faraldurum sem eru líkir akruveikinni þar sem veiran fannst ekki ennþá. Fyrsti faraldur var í Los Angeles á spítala þar. Svo var önnur sýking á spítala í London og það var faraldur í Nevada í Bandaríkjunum sem var sennilega út á herpesveiru og svo veitum við sértaka sýkingar að eiginlega mjög marga tegundir af veirusýkum getur valdið langtíma einkennum og hérna nefnum við það nokkra. Náttúrulega langfrægust þessi Epstein-Barr eða einkernisóttin sem leggst mikið á ungt fólk og flestir smitast af henni og sumir verða veikir, ansi mikið veikir en flestir ná sér en sumir sitja upp með langvarandi einkenni og með MS-sjúkdóminn. En ég ætla að nefna hérna 2 kórnuveirur, annars var SARS og hins vegar MERS. SARS var þarna í bylgja sýkingu faraldri árið 2003 fyrir 22 árum síðan og mjög margir sem náðu sér að þeirri sýkingu sátu upp með langtíma einkenni og voru eiginlega með MS-sjúkdóminn. En það var svolítið slæmt að menn notuðu þetta ekki svo akruveikina að rannsaka til langstíma hvað varðum þetta fólk því að lengsta follow-up sem ég hef séð að þessu rannsóknum 1 ár. En það er önnur kórnuveira sem heitir MERS eða Middle East Respiratory Syndrome og hún mjög alvarleg sýking og 3/3 held ég degi sem fá þá sýkingu en stór hluti af þeim sem fá þá sýkingu sitja upp með langtíma einkenni eins og MS-sjúkdóminn.
Og þá spyr ég, kemur það þá óvart að COVID-19 geti orsakað MS-sjúkdóminn? Og það var nú ekki nema nokkri mánuður inn í faraldurinn þegar okkar góði vinur Antoni Fauci fór að benda á það að það virtist vera að hluti einstaklinga sem fekk COVID-sýkinguna væri bara með langtíma einkenni. Og fjölmiðlar fóru að ræða þetta, byrju hvað er möguleiki ef maður verði bara ekkert betri eftir að fá svona einkenni. Og þetta rataði náttúrulega íslenski fjölmiðlar fljótir að ræða þetta og benda á að margir varu lengi að ná sér eftir kórónuveiru smitið. Og þennan ágæta mann þekki sem fóru að benda á það að það væri óljóst hversu miklar langtíma afleiðingarnar yrðu á COVID. Og þá spyr ég við ykkur, hvað er eina góða við COVID? Það var vitundavakning. Það var það að fólk sem var með hennar sjúkdóm og hefur þurft að búa með honum í áraraðir og fekk aldrei viðurkenningu og þetta var talið eimingjaskapur og til dæmis að Númi Sveinbjörnsson sem fekk Akureyrarveikinni þegar hann var 10 ár, hann sagði þetta var ekki rætt. Mannum fannst að þetta var eitthvað sem mætti ekki tala um og ætti ekki tala um, maður satt bara uppi með þetta einn og situr uppi með þetta enn. Og þá eru ýmsir baráttumenn eins og ágætur Sverrir Bergmann taugalæknir var að reyna að benda samfélaginu á það að þreytuveiki væri hvorki móðursýki né taugaveiklun. Og ég ætla aðeins að fá hann nefna hana Vilborg Ásu Guðjónsdóttir stjórnmálafræðing. Og hún hafði svolítið blendan tilfinningar, hún hafði fengið MS-sjúkdómi fyrir COVID. Hún segir, þessi stórauknu viðbrögð við MS-sjúkdómi í kjölfar COVID vekja upp blendan tilfinningar okkur sem hefur þjáðst af MS árum og jafnvel áratugu saman. Ekki er annað þetta að spyrja. Þyrfti virkilega milljónir MS-sjúklinga viðbúið til að heilbrigðiskerfi og ríkisstjórn þessa heims legðu allt kaffið að skilja og finna meðferð þessum hræðilega sjúkdómi. Og þá er næsta spurning, í ljósi sögunnar átti langvinn COVID að koma óvart? Ok, takk. Var ég í góðmanni? Þakka þér fyrir, Friðbjörn, þú varst bara eins og svissnesk klukka. Og næst á mælendaskrá er Ingibjörg Magnúsdóttir, doktorsnemi, sem ætlar að ræða langvinn andleg, líkamleg og vitræn einkenni COVID, rannsóknir í alþjóðlega COVID-ment samstarfinu. Gjör svo vel. Góðan dag, ég heiti Ingibjörg Magnúsdóttir og ég er doktorsnemi og hef verið að vinna og rannsaka COVID núna síðustu ár. Ég vil bara þakka fyrir að fá að vera hérna í dag. Heyrist þetta í mér? Flott. Ég var með glæru hvað bara long COVID er til öryggis, en núna erum við búin að ræða þannig að ég get bara sleppt henni og spara smá tíma. Þess að byrja bara á að kynna samstarfi sem við erum búin að vinna í, sem heitir COVID-ment, og það hófst bara strax vorið 2020 þegar við sáum hvað var í gangi, og þetta er samstarfsverkefni milli 6 landa. Og við erum hér á Íslandi og þetta er í Noregi, Svíþjóð, Íslandi, Danmörku og Skotlandi. Og við erum þá bara að rannsaka alls konar í tengslu við COVID og höfum safnað upplýsingum frá yfir 400.000 einstaklingum sem hafa tekið þátt. Og þetta er ekki bara einstaklingar þá sem hafa fengið COVID, heldur er þetta bara einstaklingar sem bara hafa upplifað faraldurinn, og þá höfum við alltaf þennan samanburðarhóp líka þá sem fengu COVID og borið saman við þá sem fengu ekki COVID, sem okkur fannst mjög mikilvægt og hefur vantað í margar rannsóknir. Og í verkefninu mínu hef ég smá skipt þessu í einkennin, langtíma einkennin í 3 flokka, bara grófa flokka þó þetta sé kannski ekki, þetta náttúrulega næri ekki yfir öll einkennin, en bara til að einfalda sérstaklega fyrir doktorsnema. Þannig að ég hef flokkað þetta í andleg einkenni og síðan í líkamleg einkenni og síðast í hugræn eða vitræn einkenni. Og við byrjum þá aðeins að skoða andleg einkennin. Og þetta var þá rannsókn, þetta var fyrsta rannsóknin í doktorsnáminu mínu, við birtum þetta 2022 og þá vorum við að skoða andleg einkenni eftir COVID-19 og vorum að skoða þau alltaf 16 mánuðum eftir að fólk er að greinast. Og í þessari rannsókn vorum við með 250 manns og af þeim voru 10.000 eða 4% greind með COVID. Þetta var náttúrulega snemma í faraldrinum, þannig að það voru ekkert svo margir búin að fá COVID-sýkingu.
og andleg einkenni sem við vorum að skoða var þunglyndi, kvíði, PTSD og þá PTSD sérstaklega tengt COVID-19 og síðan gæði svefns. Og þetta voru svona niðurstöðunar okkur svona ég alltaf að kynna þetta ensku þannig að ég svona, fyrst skipti að kynna þetta íslensku svona niðurstöðunar okkur svona, bara fyrir alla. Og þetta sem sagt, þá erum við að skoða þá sem fengu COVID og bera saman við þá sem fengu ekki COVID. Og þá sjáum við línuna hérna sem kemur upp úr einum á lárétta ásnum og það þá þeir sem fengu ekki COVID. Og doppurnar eru þá þeir sem fengu COVID, þannig að bera það saman. Þannig að dæmis þunglyndiseinkennin sem eru þarna efst, það þá fólki sem fékk COVID þá 18% hærri algengni af þunglyndiseinkennum en þau sem fengu ekki COVID. Og síðan erum við með svona öryggisspil þannig sem sýnir þá að við erum með marktækan mun á þeim sem fengu COVID og þeim sem fengu ekki COVID í þunglyndi. En fyrir kvíða og PTSD sjáum við ekki marktækan mun og síðan fyrir svefngæðin sjáum við aftur marktækan mun þannig að þar eru 13% hærri algengni á slæmum svefngæðum borið saman við þau sem fengu ekki COVID. Og þetta þá bara allir sem fengu COVID og þeir sem fengu ekki COVID. En síðan vildum við það skoða eftir alvarleika COVID-sýkingar. Og í flestum rannsóknum algengt bara að bera saman auðvitað á spítala með COVID og ekki spítala. Og okkur fannst það vera svona svolítið gróf flokkun á COVID því það svo fáir sem lenda á spítala. Þannig að við flokkum frekar eftir hversu lengi bara þú varst rúmliggjandi með COVID. Og þá rauðadoppanir þeir sem voru rúmliggjandi 7 daga eða lengur. Og þá sjáum við, og síðan grænadoppanir bara ekki rúmliggjandi, þá líklegast bara einkennalaus og guladoppan svona þessir, svona 1-6 daga. Og þá sjáum við að þeir sem eru rúmliggjandi 7 daga lengur, það miklu verri útkomur hjá þeim borið saman við þá sem voru ekki rúmliggjandi. Sjáum við að þunglyndis, kvíða og slæmu svefngæðin eru marktæk, ekki alveg marktæk fyrir PTSD, en maður sér svona stigmagnast eftir alvarleika sýkingar. Og síðan skoðum við líka þetta svolítið mikið í gangi, en svona bara til að lýsa þessu stutt þá þetta bara skipt eftir hversu langt síðan þú greindist og líka eftir alvarleika. Og þá bara ef við skoðum rauðu doppurnar þá sjáum við að þeir sem voru rúmliggjandi lengst, það ekkert að skána hjá þeim eftir því sem líður á. Þannig að 6-16 mánuðir þá eru þau ennþá fyrir ofan línuna fyrir 1 og þá eru þau ennþá fyrir ofan fólki sem greindist ekki með COVID. Þannig við erum að sjá að þetta ekkert að minnka hjá þeim. Þannig að það eitthvað í gangi hjá þeim sem eru rúmliggjandi lengst. En síðan þeir sem bara eru með engin einkenni, þau eru bara mjög svipað á þeir sem greinist ekki með COVID. Og við sjáum þetta þá helst í þunglyndi og kvíða, en PTSD og svefngæðin ekki alveg svona áberandi. Þá það næsta, þá það líkamlegu einkennin. Og þá þetta bara mjög svipur rannsókn sem við gerðum. Þetta var aðeins færri en nú erum við komin upp í 34% greind með COVID og nú erum við að skoða líkamleg einkenni. Þetta svo spurningalisti og þar til dæmis höfuðverkur, brjóstverkur, þreyt eða orkuleysi og fleiri einkenni. Þau eru öll þetta svolítið mikið. En það sem þá efst þannig að við bara aftur að bera saman þá sem fengu COVID við þá sem fengu ekki COVID. Og þá gula línan þá sem bara finna fyrir litlum einkennum af þessum útkomum og bláu sem fyrir miklum. Þannig við sjáum að þessi efstu öndunarerfiðleika, brjóstverku, svimi, yfirlið, það sem að fólkið mest að finna fyrir og mesti munurinn á milli þeir sem fá COVID og þeir sem fá ekki COVID. Og þetta bara aftur þá bara nákvæmlega eins mynd að þeir sem eru þá að finna fyrir þessum líkamlega einkennum, þeir sem eru rúmliggjandi lengst, það bara virðist ekkert vera að skána hjá þeim eftir því sem líður á. Og erum við komin upp í 27 mánuð, þannig rúmlega 2 ár frá COVID-greiningu. Þeir sem eru rúmliggjandi lengst eru ekki að sýna neina að þau séu að verða betri. Og þá að síðasta þá það vitræn einkenni, þetta þá bara rannsókn sem við erum þá bara að vinna í henni núna og erum að vonandi að fara að birta sem fyrst. Og hér við að skoða vitræn eða hugræn einkenni eftir COVID-sýkingu. Nú erum við komin upp í 32 mánuði eða 2,5 ár cirka. Og þá erum við með 30.000 manns eða 20% af þeim sem rannsökum með COVID. Og hér erum við að skoða það heilaþoku sem við hefum mikið talað í tengslum við long COVID. Og þetta sem sagt bara löndin sem tóku þátt, en ef við horfum bara á neðsta
í myndinni þá erum við aftur að sjá þeir sem eru rúmleggjandi lengst, það eru verstu einkenni hjá þeim og þeir sem eru bara fengu engin einkenni, þau eru bara alltaf mjög svipuð og þeir sem fá ekki COVID. Og síðan bara sama mynd og í hinum 2 rannsóknunum, þá sjáum við að það virðist ekkert vera að batna hjá fólki sem eru rúmleggjandi 7 daga lengur. Þannig að bara svona til að taka saman þessar 3 rannsóknir þá sjáum við að það er eitthvað í gangi hjá fólkinu sem er rúmleggjandi lengst, 7 daga lengur. Þetta er kannski hljómar ekkert svo illa en að vera rúmleggjandi 7 daga lengur, en það er eitthvað sem gerist hjá þessu fólki sem veldur því að bara einkennin virðast ekkert vera að minnka. Og þá hugsum við hvað eru næstu skref. Núna erum við hjá COVID-19 að vinna að því að þróa mælitæki fyrir long COVID, því að það sem við höfum tekið eftir í rannsóknum er það svo rosalega erfitt að vita hver er með long COVID og hver ekki, af því það er bara ekkert eitt mælitæki, þú veist, þetta er bara verið að skoða, rannsóknir bara verið að skoða fólki sem er á spítala og það er svo mikilvægt að ná til allra bara, þú veist, sem að því að fólk sem er einkennalaust getur og líka fengið long COVID þó að það sé kannski minni áhætta. Þannig að við erum núna að þróa spurningalista til þess að reyna að bara ná til sem flestra og við erum búin að prófa spurningalistan í Svíþjóð og þar í þeim hópi var það bil 6% sem meldust með long COVID sem passa þá við þína tölur, það er kannski aðeins hærra en það sem að þú myndist það fyrir Björn, og þá skoðum við hérna, þetta er þá bara áhrif af einkennum, þú veist, þá hversu oft hefur einkenni long COVID, eða bara einkenni þín hefur það áhrif á getu þína til þess að stunda hérna bara dagleg bara, hvað segir maður, daily activities og líkamleg félagsleg og vinnu, og þá sjáum við að þeir sem mælast með okkar mælitæki með slæmt long COVID eða PCC eins og líka kallað, þau eru yfir 50% þeirra finna fyrir einkenni sínu bara við daglegar athafnir og yfir 70% við líkamlegar athafnir. Og síðan þá að þeir sem eru með ekki svona slæmt long COVID, þau eru líka mjög hátt, það er yfir 20 og yfir 30% í líkamlegu einkennum, og síðan þeir sem eru þá annarkvort voru með áður long COVID en ekki lengur eða bara ekki með það, maður sér að þau eru mun lægri, það er þessi bleiku og bláu súlur. Þannig að það bara næstu skref hjá okkur er það bara að prófa mælitækið á Íslandi, Noregi, Danmörku og fleiri löndum og mun vonandi þá vera auðveldara að greina PCC eða long COVID til þess að þá geta hjálpað öllum þeim sem að kljást við þetta. Takk fyrir mig. Þakkir Ingibjörg og eins og þið sjáið að þá er næsti frummælandi mættur, það er Karl Kristjánsson, endurhæfingarlæknir, og hann ætlar að greina frá hvort að það sé ávinningur að endurhæfingu og vísa þá til íslenskra rannsókna og hvernig þær hafa gefist. Gjör svo vel. Takk fyrir. Já, komið þið sæl, ég heiti Karl Kristjánsson, er endurhæfingarlæknir, starfa á Reykjalundi og ég er líka lektor hérna í skólanum, Háskóla Íslands. Það var óskað eftir því Reykjalundi að við tækjum við hérna fólki í endurhæfingu sem var með langun einkenni eftir COVID og hérna fyrsta fólki sem kom til okkar var í maíbyrjun 2020 og þetta var svona tvískipti í sínu þarna eftir, var út, sem sagt, vorum takin fólk þarna út ára 2020, svo kom svolítið hlé og svo byrjuðum við aftur í apríl 21 og vorum að taka inn þarna, sem sagt, út ára 21. Okkur fannst mikilvægt að setja þetta upp sem rannsókn strax frá byrjun og hérna leggja svolítið hérna púður í það að rannsaka fólk nákvæmlega. Við erum með góða aðstöðu til að gera lífeðlisfræðilegar rannsóknir og til þess að við geta svarað þessi spurningu hvort það væri einhver ávinningur af þessu og hvort að við gætum reynt að mæla það eitthvað skynsamlegan hátt. Nú, þessi einkennalistin er búin að koma hérna fram áður. Þetta voru þessi mæði og almenn þreyta, brjóstverkir hérna eins og komið fram áðan, svefnraskanir, minnis, þetta voru náttúrulega þessi langi listi við talið upp áður. Og hvers vegna var þá verið að leita til Reykjalundar, þannig að
verið margra ára skeið verið veittar endurhæfing meðal annars við lungna- og hjartasjúkdómum, þar sem kannski aðaleinkenni eru mæði og þreyta og eftir lungnasýkingar og hjartabilun. Það líka mikil reynsla og þekking á meðferð við langvinnum þreytueinkennum eins og við vefjagigt og örmögnun og það sem einkennum svipar til þess að margir sjúklingar lýsa eftir COVID-19. Og svo erum við náttúrulega með á geðsviðinu á Reykjalundi, það verið löng hefur líka fyrir að beita svona hugrænni atferlismeðferð, var mikið þróuð þar og hefur gefið góða raun við sálrænu vanda sem að hefur sýnt sig að vera líka svona hluti af þessu einkennamynd. Markmið rannsóknar var bara bæði það að lýsa þessum hópi sem kom á Reykjalund að geta að gera góða skoðun og mælingar hjá þeim til að geta lýst hópnum og líka svo að lýsa aftur árangrinum þegar að endurhæfingu lauk eftir 6 vikur og svo kom hlutaðum aftur eftir 6 mánuði til þess að sjá þá hvort að árangurinn, ef einhver var, hvort að hann endist. Og það sem við vorum mest að rannsaka var áhrif endurhæfingarinnar og þjálfunar á þol og styrk, á þreytueinkenni, á einkenni mæði og svo andlega líðan, bæði kvíða og depurð og svo almenn lífsgæði, heilsu lífsgæði. Og þetta er ég ætlum ekki að fara yfir allan lista, þetta er svona listi yfir þessi helstu próf sem við gerum, ég ætla aðeins kannski bara að benda á ég sést ef við gerum með bendlinu, að við gerðum meðal annars bæði göngupróf, 6 mínútna göngupróf og við gerðum, það var allir voru hjartaómskoðaðir, það voru gerðar styrktarmælingar og við gerðum hámarksþolpróf sem listin, sem er þá svona hámarksþolpróf þar sem er líka mæld súrumsupptaka, fólk var með grímu við vitum þegar hjólar og þetta hámarksþolpróf gerðum við bæði við komu og svo við útskrift til að átta okkur á breytingum. Og þetta voru allt í allt 115 einstaklingar sem að voru þessi rannsókn og þetta er vinstra megin er þá þessi hópur sem kom árið 2020, það voru 44 einstaklingar og svo voru 71 í þess sem við kallum prospective group, voru búin að fá þennan rannsóknar prótókoll samþykktan og gátum boðið fólki að taka þátt í rannsókninni og þau skrifuð þá undir upplýst samþykki eins og gengur og sem sagt margir af þessum einstaklingum hefðu orðið töluvert mikið veikir, það voru 33 í heildarhópnum sem hefðu verið það veikir að þau voru lagðir inn á sjúkrahús og 10 hefðu verið á gjörgæslu sem sagt með öndunarstuðning og en sem sagt í rauninni það voru ekki mikið brottfall úr þessari meðferð, það voru sem sagt það voru 108 sem að gerðu bæði prófin bæði inn og út og þessi hópur sem er hægra megin sem við kallum prospektiv að þeim var boðið líka að koma í endurkomu eftir 6 mánuði, svona í follow-up og við fengum líka nokkuð góða mætingu þar, það voru þá 57 af 71 sem mættu. Þannig að aðeins til að segja frá þessum hópi, þeir voru kannski ekki svo mikill munur á þeim, hópurinn sem var í fyrra hollið, svo, það var meira jafnkynja hlutföll, tiltölulega meira konur í seinni hlutanum og voru aðeins yngri, en annars var það nú ekki neinn svona ekki mjög mikill munur. Við gerðum sem sagt þessi hámarkstólpróf með mælingu og súrumsupptöku sem eru sem sagt mjög ítarleg próf þar sem getur þá mælt efnaskipti í áreynslu og súrumsupptöku og sem sagt við tökum meðaltal af hópnum að þá varð marktakbæting og alveg sama hvernig við lítum á það, þetta er þá í vött, sem sagt hversu mörg vött við gátum afkasta í hámarki
En ef við skoðum líka súrefnisupptöku að þá var það sama og eins ef við skoðum súrefnispúls og það er búið að vinna mjög mikið af úr þessum gögnum. Það eru komnar 4 mastersviðgerðir sem hafa verið lokið. Þannig að Marta Guðjónsdóttir lektor hefur haldið mikið utan þessar rannsóknarvinnu. Þetta grafið hægra megin, það sýnir bara þessa hópa. Þetta er þessi hópur sem var undan, hann var aðeins kannski veikari og svo aftur þessi seinni hópur sem er efri línan. En þau báðir hóparnir bættu sig. Það var ekki marktækur munur á þó virðist vera í byrjun, en báðir hóparnir bættu sig marktækt og svona svipað. Við gerum líka 6 mínútna göngupróf og þar var líka marktækur munur og vel yfir það sem er það talaði minimal difference til að fá klíníska breytingu og þetta var langt yfir því. Við skoðum, erum við með líka 6 mánaða eftirfylgd, ef við sjáum grafið sem er vinstra megin frá ykkur séð, að þar sjáum við frá upphafi og til loka endurhæfingar og svo aftur eftir 6 mánuði og árangurinn helst. Þannig að það hvarf ekki aftur þessi þrekaukning. Eins sem við gerum styrktarmælingar sem er þá að sitja og standa, það er að prófa úthald og styrk í stóru vöðunum í lærum og í lærum mjömum og þar erum við að fá líka bætingu sem að helst. Erum við að skoða þá erum við allan hópinn, bæði þennan prospektív og fyrir hópinn og það var sama þar, það var bara jafnmikil bæting. Aðeins þennan hóp sem kom seinna, sem var þá þá ákváðum við að forskoða alla fyrst og eftir helstu einkennunum, svolítið svipað sem hún var að segja áðan, Ingibjörg, með að skipta fólki í hvort það var hjart og lungu, hvort það voru verkja einkenni eða síþreyta sem var þá fóru í meðferð í verkja og gigtateyminu, þeir sem voru með mæði og kannski fóru meiri lungna og hjartateymið og þeir sem voru með mestum einkennum kvíða og þunglindi þau fóru í meðferð í geðteyminu. Af þessum 70 sem háu þáttöku þá var einn sem ekki kláraði fyrir þolprófið en 6 sem ekki kláraði seinna þolprófið, það var svona ýmsum ástæðum. 2 voru farnir bara aftur í vinnu og einhverjir sem ekki náðust í. Niðurstaðan var svolítið áhugaverð þannig, ég ætla nú ekki að fara þessi tablaðum svolítið flókin, en ef við sjáum það sem kallar VAF og 2 pík, það sem hárum á súrumsupptaka, þá voru þar 64 einstaklingar sem gera þetta tvisvar og það var vel marktækur munur á aukinni súrumsupptöku í hámarkstólprófinu sem að er þessi dálkur hér, að það er marktæk aukning og það var hjá öllum hópunum óháð því hvort að það voru lungnaeinkennin, síþreytan eða geðeinkenni sem voru mest áberandi einkenni, að allir hóparnir bættu sig og bættu sig jafn mikið. Það var engin munur á þeirri bætingu. Þannig að þið sjáum hér að það var sama hvernig það var hvort það var prósent af áætluðu eða hvort það var bara tölurnar beint. Nú fara svolítið á hundavaði yfir þetta er svo ekki að verða reyna inn á tímanum, en við leitum líka eftir því að hvernig andlega heilsan var og lögðum fyrir svona spurningar, svona skimunar spurningalista andlega líðan, þunglyndi, kvíða, svefnvanda og þreytulista, spurningalista og þetta er þá svipuð útkoman því þetta er þá kvíði sem var tölvöld mikil, bæði kvíði og þunglyndi voru tölvöld áberandi í byrjun, lækkuðu marktækt meðferðin og helst árangurinn eftir 6 mánuði. Bara til gamans að meðaltal sjúklinga á Reykjalundi árið 2002 við innskrift í þessum PHQ-kvarða sem er blár var 9, þetta var 10,8,
Þannig að þetta er ekkert kannski mjög ólíkt því sem að svona í þeim hópi bara yfirleitt. Margir að koma eftir mikil langvarandi veikindi. Eins með þennan þreytulista sem er kallað tjaldir, hefur verið þýddur og staðfærður á íslensku og prófaður. Þar var náttúrulega margir með mikil þreytueinkenni, eins og gefur að skilja, 24 í þessu skori hérna í upphafi og það hefur áður verið rannsakað á Reykjalundi í gigtarteyminu og sjúklingar með vefjagigt voru þar að meðaltali að skora 23 stig, þannig að þeir voru svona nokkurn veginn á þeim stað. En þetta skor sem sagt lækkaði talsvert niður í 16,8 eftir við útskrift og árangurinn virtist haldast eftir 6 mánuðum. Ég ætla aðeins bara hérna í lokin af því að þú veist hvernig er endurhæfing að vinna. Þetta er svona mynd sem maður notar oft í viðtöl með fólk þegar að koma í endurhæfingu og eins líka nota þetta í kennslu. Að ef við tökum dæmi bara einstakling sem kemur hérna með langvinna verki, segjum til dæmis bara bakverki, hann hefur verið slæmur að verkjum lengi, það hefur orðið einhver færniskerðing, það er mikil að hann hefur jafnvel orðið að hætta að vinna, mist virkni og þetta leiðir ofta af sér að óvirkni leiðir af sér náttúrulega minnka þol, minnka styrk og þetta verður einhver svona vítarhringur, styrleiki og minni líkamleg færni. Þetta er svona auðvelt að mæla. Fólk heldur og getur sett ýmislegt annað í staðan fyrir verki. Við getum sett mæði vegna langri lungnateppu, við getum sett þreytu vegna vefjagigtar. Það sem að endurhæfingin gerir er ekki að fara að gera eitthvað því miður. Það er ekki til nein töfralausn við langunum verkjum. En þannig að við erum ekki að byrja þar. Heldur erum við að byrja að hjálpa fólki að komast að stað með þjálfun og reyna að finna leiðir og lausnir til þess að bæta líkamlega heilsu, bæta styrk, þannig að maður geti verið virkari og tekið þátt í því sem maður langar að gera í lífinu og reyna sem sagt að snúa þessu hjóli aðeins í hináttina tilbaka. Þannig til dæmis endurhæfing eins og við lungnaendurhæfing. Við erum ekki að fara að hjá langur lungnateppu. Við getum því miður ekki bætt það, en við getum bætt úthald og styrk, við getum bætt kannski vonandi að fólk geti gert meira og við erum að fá svona meira fyrir peningin, eins og maður segir, fyrir þá getur sem að líffærin hafa. Þetta er svona grunnprinsipið. Er ég komin með tímann? Nei, ok. En þannig að okkar heildarniðurstaða var, við gerðum þessi ítarlegu próf. Fólk var sem betur verið viljugt að taka þátt í þessu og þetta átti alveg rétt á sér að gera þetta því þetta var nýr sjúkdómur, við vildum vera vissum að það væri ekki að valda neinum skaða og það voru fáir sem hættu, það þurfti auðvitað aðlaga meðferðina, margir áttu auðvitað erfitt með að byrja þarna og það þurfti að byrja mjög rólega og aðlaga þetta prógram fyrir hvern veginn. Og af því við höfum svona ítarlegar upplýsingar þá líka gátum við, þá vorum við meira á fótunum til þess að vita hvað fólk raunverulega gat. Það var lítið dropout og allavega okkar niðurstöður, okkar mælingar sýndu að þau svöruðu þjálfunni að því leyti að þau fengu betra trygg, þau fengu betri styrk og andleg heilsa og þreytueinkenni virtust minnka marktækt. Þannig að gerir endurhæfing gagn allavega fyrir suma og meðaltali. Við erum ennþá auðvitað að vinna úr þessum gögnum þegar þetta var gríðarlegt magn af upplýsingum, eins og ég segi, það eru komnar 4 markstæðisreikirðir og við erum með fleiri sem eru að vinna úr þessum gögnum með þá. Þannig að þá held ég að ég bara segi þetta svona gott í bili, kannski verði ykkur sem vilja ræða þetta vettir.
Kærar þakkir, Karl, og áhugaverðar niðurstöður. Og næsti frumalandi þá Sigurveig Sigurðardóttir, sem yfirlæknir á ofnæmis- og ónæmisgöngudeild Landspítalans. Hún ætlar að ræða ónæmisfræðina og langvinn einkenni COVID. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér að vera með. Já, ónæmiskerfið, það eitthvað að trufla okkur í long COVID? Og ég ætla á næstu mínútum aðeins að fara í gegnum nokkrar gígnur sem að sýna vísbendingar það. Við erum nú búin að sjá þetta, byrjaði samt á þessari skygnu vegna þess að mér langar bara sérstaklega að vekja athygli á því að einkennin koma bara nánast af úr öllum líffærakerfum líkamans. Og það mismunandi á milli sjúklinga hvaða einkenni eru verst, og það sem við erum að tala í dag að miklu leyti þreyta, svefnleysi og örmögnun. Ég vil ekki eyða lengri tími í þetta þegar búið að skoða þetta. Þegar við fáum COVID-sýkingu, hérna fremst á myndinni, að þá bregst líkaminn við verðum veik í svona bráðum fasa, við fáum einkenni á nokkrum dögum og verðum bara virkilega veik, eða margir með höfuðverk og hita og svo framvegis. Síðan jöfnum við okkur. En það er einn og einn sem á svona smá tíma eftir það í svona 2 mánuði áður en þeir alveg klára veikina, en síðan eru þessi sem að halda áfram eftir það, eftir 12 vikur sem að fá þessi einkenni long COVID. Nú ónæmisvarið þegar við fáum þessa sýkingu með þeim hætti að fyrst þegar við fáum sýkilinn þá erum við með svokallað ósérhæft ónæmiskerfi í líkamanum sem er bara til staðar og getur alltaf brugðist við. Það ræðst á sýkilinn og reynir það besta, en leið fer það að örva sérhæfða ónæmiskerfið sem mjög mikilvægt. Því í því felst ónæmisminni og verður til þess að þegar við sýkjumst aftur að þá bregst ónæmiskerfi strax við og eyðir sýklinu þannig að við annaðhvort verðum ekkert veik eða mjög lítil. Það sem einkennir þetta upphaflega svar eru bólguboðefni sem valda flensu einkennum. Það höfuðverkur, hiti, beinverkir, maður verður bara virkilega veikur þannig að maður vill bara liggja í rúminu. Og samanber það sem var haft eftir Sveini hérna hjá honum Friðbirni, hann sagðist vera búin að vera með flensu í mörg ár. Nú, það sem gerist í þessu long COVID að þessi boðefni sem valda þessum einkennum, þau mæla stöðugt hjá fólki. Og rannsóknir sem hafa verið að skoða long COVID, þetta alltaf niður á þessa niðurstöður. Það þessi boðefni sem afurð ósértæka ónæmiskerfisins sem virðist einkenna ónæmisvarið og skýrir kannski að einhverju leyti líðan fólks. Þetta getum við máta síðan við þessa mynd að maður veikur út af þessum ónæmisviðbrögðum. Síðan koma þau aftur og aftur kannski og enda síðan áfram þannig að verða viðvarandi einkenni. Þegar maður fær sýkinguna, af hverju verður þetta? Það talað að það sé jafnvel vírus til staðar í líkamanum eða þá að COVID örvi aðra veirur sem eru til staðar í líkamanum eins og ESB eða herpes. Upphafi verður þetta boðefnafár, það verður skaði á líffærum, bólgur og breytt ónæmi og þetta verður til þess að það verður truflun víða. Í smáæðum geta orðið svona smá storknun og það getur orðið truflun á örveruflórunni í meltingunni, það efnaskiptavandamál og það truflun á genum sem tengjast viðgerð eða endurnýjun vefja. Síðan það hvatberarnir, mítokondríur á ensku, hvatberarnir orkukornin okkar. Það uppspretta orkunar, hvatberarnir líffæri í hverja einustu frumu og
þeir stjórna orkunni, nota súrefni, taka fæðuna sem við borðum og umbreyta í orkueiningu sem við köllum ATP, það er orkueining líkamans. Og ef við eigum ekkert ATP, þá þýðir ekkert að fara út að hlaupa eða efla sig. Við höfum ekki orkuna til þess að gera það. Í long COVID þá hefur verið sýnt fram á að hvatberarnir eru ekki að virka eðlilega. Þeir eru ekki að mynda ATP eins og skyldi og það er einhver súrefnis eitur áhrif í þeim sem að vera til þess að þeir standa sig ekki. Nú áhættu þættirnir, það hefur komið fram hérna áður að því hærri aldur, því meiri hætta á long COVID, konur frá frekar long COVID og það er hætta á eftirköstum er meiri hjá þeim sem að fengu alvarlega sýkingu, alveg eins og Ingibjörg var að segja. Skortur á bólusetningum. Það eru margar rannsóknir sem eru búin að sýna fram á það að það er hærri tíðni af long COVID hjá óbólusettum einstaklingum, alveg burt sér frá því hvaða típa af COVID-vírus sýkti. Nú, fylgisjúkdómar geta síðan haft áhrif á útkomuna, við erum að tala diabetes eða sykursýki eða offitu og endursýking síðan eykur hættuna ennþá meira á alvarlegum einkennum. Nú, hvað gerir sjúkling með long COVID svona mikið veikan? Samkvæmt því sem að ég hef verið að kynna mér, þá er það ósértækt ónæmisvarið. Hvatberarfrumna geta ekki framleitt nóg af ATP sem er orkueiningin. Það leiðir til þess að frumur líkamans starfi ekki eðlilega, þar á meðal eitilfrumurnar sem eru hluti af sérhæfða ónæmiskerfinu og áttu að taka við af því ósérhæfða. Og það er rannsóknir sem að sýna að þessar frumur eru örmagna, bara með því að skoða ákveðin merki í þeim. Og þetta leiðir til þreytu, örmögnunar, eftir áreynslu, heilaþoku og svo allra hinna einkennana sem er að ræða. Nú, hvað er framundan? Það er alveg geysilega mikið gert af rannsóknum á ME og long COVID. Það hefur ekki allt verið á þessari örmögnun eða ME svipgerðinni en langtíma einkenni frá mismunandi líffærum. En menn eru að byrja að sjá að þetta hérna skiptir mjög miklu máli. Það er leita greiningaprófi sem að skiptir máli þannig að maður getur farið í blóðprufu til þess að fá þessa greiningu sem að tekur fyrir marga mánuði og stundum ár. Það eru genetískar rannsóknir og það að lokum verður leita lyfjum og ef að ónæmiskerfið er þáttakandi í þessu að þá er ég frekar bjartsýn að verði hægt að finna einhver lyf. Nú, greiningaprófin byggja á alveg ótrúlega mörgum aðferðafræðum, það er ónæmisfræði, erfðafræði, efnaskiptafræði, líforkufræði sem er þá þessi ferill frá því að við tökum inn í okkur mat eða orku og súrefni og breytum því í þessa orkueiningar, efnaskiptafræði og próteingreining. Síðan ætla ég bara rétt aðeins að því að mjög út í gaman að geta sýnt eina rannsókn sem er alveg splunkun í og beitti þarna aðferðafræði sem ég kannski þekki ekki mikið en þetta var kerfisbundin skoðun á þrívíddarbyggingu litninga í öllu erfðaefni mannsins og þeir tóku marga sjúklinga með alvarlegt ME eða long COVID, þetta var ME reyndar og báru saman við heilbrigða fullorðna einstaklinga og þar kom aftur fram þetta munstur sem ég var að sýna ykkur áðan. Þetta var þetta ósérhæfða ónæmissvar. Þetta TNF-alfa, toll-like-receptor er þá skynjunareining utan á frumunni sem að skynjar ógnvaldinn og síðan er þetta þá boðleiðin inn í kjarnan frá honum og það sem að þetta er sem sagt að endurspegla þetta sama sem ég var að segja og þetta var með 92% næmi og 98% sértækni og maður sér ekkert mjög oft svona háar tölur og vissulega er þetta eitthvað sem maður þarf að endurtaka til þess að það sé hægt.
Að lokum langar mig að minna á það að það eru aðri sjúkdómar sem gefa svipaða klíníska mynd og margt smátt gerir oft eitt stórt. En ég taldi það nú bara upp þarna því að við erum að tala um long COVID, ég held að það sé einhverju leyti sami sjúkdómurinn. Það eru umhverfisveikindi eins og rakaskemmdir og mygla. Mygla gefur frá sér svona rokgjörn uppgufanleg efni sem að fara út í loftið og hafa einmitt áhrif á þetta fyrsta ónæmisvar. Síðan það AC-heilkenni sem að getur komið til af sílikonbrjóstapúðum eða öðrum aðskotahlutum og þá það þannig að sílikoni virkar eins og ónæmisglæðir og örvar þetta ónæmisvar. Og ef að maður bara með þennan ónæmisglæði í sér í miklu magni, þá maður bara alltaf að örva þetta fyrsta svar og verður bara veikur. Nú, þessa mynd tók ég inn á miðhálendinu þar sem 100% myrkur. Og það var ótrúlegt að það ljós í loftinu þó við séum í myrkrinu. Þarna nú Karlsvagnin sem lýsir, en það mun birta síðir og við munum sjá ljósið að lokum. Kæra þakkir Sigurveig og næsta mælendaskrá Steinunn Gestsdóttir sem nefnir sitt erindi í klónum á COVID og það svona persónulegur undirtónn hygg ég í þessu erindi. Gjör svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Steinunn Gestsdóttir. Ég prófessor í sálfræði hérna við Háskóla Íslands og ég ætla að gera það sem okkur vísindafólki mjög lítið í blóð borið og tala sjálfa mig í 12 mínútur. Ég sem sagt veiktist í upphafi faraldursins í annarri bylgju áður en að bólusetningar voru í boði og ég fór frá því að vera mjög heilsuhraust. Ég var einmitt nýbúin að ganga á Skessuhorn þegar ég veiktist, ég var mjög stolt af því. Jóga var mitt helsta áhugamál og almenn útivist og hreyfing. Ég ferðaðist mikið, ég hvíldi mig samt vel, ég var mjög meðvituð andlega heilsu, ég átti mjög gott bakland og held að ég hafi verið bara mjög hraust bæði andlega og líkamlega. Þannig að á þessum tíma var ég í krefjandi starfi, ég var aðstoðarrektor hér við Háskóla Íslands, starf sem ég virkilega unni. En held ég hafi þolað mjög vel og almennt verið sem sagt bara mjög heilsuhraust manneskja. Og í einu vettvangi var bara fótunum gjörsamlega kippt undan mér. Ég var alvarlega veik, ég var reyndar ekki lögð inn sem ég held að nú vera að hluta til vegna þess að var bylgja í gangi og ég fekk öll þessi mögulegu einkenni sem búið að vera að lýsa hérna. Ég fekk þessa típisku flensu til að byrja með sem var ansi svæsin og sem fylgdi mikill hiti. Síðan fekk ég lungnabólgu, ég fekk aðra sýkingu ofan í þá lungnabólgu, ég fekk hjartabólgu og fleiri kvilla og var sem sagt mikið veik. Og þessi einkenni voru síðan í 1, 2, 3 og jafnvel 4 ár og núna 5 árum síðar eru einhver ennþá sem fylgja mér. En sérstaklega þessi fyrstu 2-3 ár þá var þetta allt smám saman að rjátla af mér á hraðasnigilsins. Þannig að ég var með hita í heilt ár, ég var með svima í 2 ár, ég var með höfuðverk í 4 ár, ég var með örmögnun allan tíman og fæ það ennþá á einhverju leyti auk annarra einkenna. Og það er áhugavert þegar verið að tala örmögnuna, það er búið að nefna það hér í öllum erindunum. Þetta einhvern veginn fyrirbæri sem ekki alveg hægt að skilja fyrir þú reynir það held ég. Og ég man alltaf eftir þessum versta degi sem gerðist þarna þegar ég tók þetta bakslag að ég vaknaði og ég uppgötaði að ég fór ekki á fætur og ég bara gat ekki lyft höfðinu af koddanum og ég hugsaði bara, ég man bara að ég hugsaði já, þetta bara verkefni, nú þarf ég að fara bara einhenda mér það að lyfta þessu höfði hérna af þessum kodda.
Þannig að þetta er ekkert líkt því að vera þreyttur eða slappur. Ég get alveg sagt ykkur það að þessi sérstaklega 2-3 ár voru algjört helvíti. Kannski er það of sterkt til orða tekið en þannig leið mér. Það sem var mjög óþægilegt og mikið hefur verið nefnt hérna, það er þessi truflun á hugsun. Þetta er ofboðslega skrítin tilfinning og ég var að vinna mjög mikið allan tíman og meðan ég var veik sem eftir á að hyggja var kannski ekki frábær hugmynd. En til dæmis hugsunin, þessi brenglun og hugsun lýsti sig meðal annars því ég fór á fund, við vorum að ræða eitthvað allan fundin, ég var að fylgjast með, svo tókum við ákvörðun, ég fór út af fundinum og ég mundi ekki hver ákvörðunin var. Og þetta er ofboðslega skrítið, ég vann við að taka ákvarðanir, leysa flókin verkefni, vera með margt í huga og ég bara hreinlega gat það ekki. Þannig að þessi brenglun á rökhugsun og minni hefur ofsalega áhrif og vekur mann svona mikið óöryggi hjá manni. Eitt annað sem að mér fannst virkilega erfitt á þessum tíma og mér finnst svo mikilvægt þegar afsaki tala hér allt sem mér finnst erfitt og þetta er mjög óíslenskt. En mér finnst mikilvægt að hafa í huga að það sem þið eru búin að vera að lýsa hérna og verum svo þakklátt fyrir sem erum að glíma við það að þið séu að setja ykkur inn í þetta. En það er aðeins að hafa í huga hvernig upplifum þetta er fyrir okkur sem eru mörg þúsund á landinu væntanlega sem erum að glíma við þetta. Eitt af því sem var allra erfiðast fyrir mig, það var þessu rosalega óvissa hvort maður næði einhvern tímann bata. Og það skapast að hluta til að því að maður fékk ekki réttar upplýsingar. Það var engin staður þar sem ég gæti gengið að upplýsingunum vísum. Og þetta er eitthvað sem ætti að vera tiltölulega auðvelt að gera betur. Annað sem að mér langar líka að nefna sem að var alveg ofboðslega erfitt, það var að liggja svona mikið fyrir. Maður lá fyrir að því að þú bara gast ekki staðið almennilega og ég gat ekki lesið, ég gat ekki hort á neitt, ég gat ekki hlusta á neitt, ég gat ekki gert neitt. Ég lá bara kjur og ég hlusta á lífið líða hjá. Og þetta er sérstaklega erfitt þegar maður er að reyna að sinna, til dæmis eins og vinnunni, maður er að reyna að sinna börnunum og svo ertu bara að hvíla þig, kannski 10 tíma á dag. Og þetta er alveg anstíkileg aðstæða að vera í og ég hvet alla til að taka mjög mikið tillit til þeirra sem að lenda í þessu. En við erum búin að tala þessi hefðbundnu einkenni sem eru svona lýsandi fyrir marga sjúkdóma en þetta er líka eitthvað óskiljanlegt fyrirbæri sem að fylgir engum hefðbundnum lögmálum. Og ég held að þetta sé hluta því að hverju fólk á svo erfitt með að skilja þetta og að hverju mér finnst að við mörg sem erum að glíma við þetta mætum svo miklu skilningsleysi. Í fyrsta lagi þá lítum við yfirleitt út fyrir að vera hraust, sem er bara mjög einkennilegt. Ég til dæmis með bara mjög mikinn höfuðverk eins og en ég lít ekki þannig út. Þessi mynd er undantekning, mér finnst ég mikið lofskili fyrir að birta þessa mynd hérna á risastórum skjá. En þetta gerðist daginn eftir að ég greindist, af einhverjum ástæðum leiti svona út í 24 tíma og svo gekk það yfir. En allavega, einkennin eru einkennileg og ég get bara nefnt nokkur dæmi það sem ég er ennþá að upplifa. Þó að ég sé búin að ná mjög miklum bata og er bara nokkuð spræk og bera mig vel, að þá er þetta ennþá óskiljanlegt. Þannig að bara það sem hefur gerst núna á síðustu svona 2-3 vikum, ef ég er of lengi að fundi, þá fæ ég verki í hendurnar. Ef ég er að brjóta saman þvott, og þetta veit eiginmaður minn, þá fæ ég höfuðverk. Ef ég stend of lengi í kokteilboði, þá fæ ég hjartsláttar-óreglu. Og ég fór á listasafn við synum mínum daginn og ég var óheyrilega syfjuð. Þetta eru allt einkenni sem að gera þennan sjúkdóm svo illskiljanlegan, en það er hvert einasta áreiti, hvort sem það er andlegt, líkamlegt, tilfinningarlegt eða vitrænt, birtist í einhvers konar einkennum á eftir. En mig langar að tala örlítið meira batan og hvað gekk vel og hvað gekk síður vel. Mig langar að byrja á öfugum enda því að aðal ástæðan fyrir því að ég ákvað að tala hér í dag, mér finnst mjög leiðilegt að tala þennan sjúkdóm, en ástæðan fyrir því ég vildi gera það að nú eru 5 ár síðan að ég veiktist tæp og mestur batinn hefur orðið á síðustu 12 mánuðum. Það er að segja 4 árum eftir að ég veiktist. Og fyrir mig þegar á þessum 2. og 3. erfiða ári þá hefði ég viljað fá að heyra slíkar sögur. Hluti af ástæðunum fyrir því af hverju ég held að ég hafi náð bata núna undanförnu þó hann sé ekki fullur kannski 2 sem ég fannst virkilega skipta máli. Í fyrsta lagi var það bara tíminn. Þetta virðist einhvern veginn mjakast áfram á hraða snigilsins
og þetta bara sjúkdómur sem tekur svona langan tíma fyrir okkur sum að ná tökum á. Hitt að ég hitti réttu læknana. Þannig að það gerist ekki fyrir eftir margra ára leit og það var meðal annars Dr. Sviput sem við elskum að dáum, sem að ég þekkti lítilega og ég rakst á hann á flugvelli og hann eins frábær og hann náttúrulega bara settist niður og settist inn í málið. Og það þurfti bara einhver til að setjast niður sem hafi virkilegan skilning á þessum einkennum og hvað hægt að gera og hann gat gefið mér ráð í þessu frábæra ferðalagi sem að skipti bara verulegu máli fyrir minn bata. Það voru 2 aðri læknar líka, ég hitti annars vegar sérfræðing í taugalækningum og hins vegar í hjartalækningum sem að virkilega skildu sjúkdóminn. Þeir settu sig báðir mjög vel inn í mín vandamál og gátu virkilega komið að mér mikið að gagni. Þannig að þetta skipti gríðarlegu máli að fá aðgang að réttu læknum. Mér langar til þess að reyna að gera líka ljóst hvað þessi umturnun á lífinu gríðarlega erfitt. Og þarna erum við Lubbi og við láfum svona meir og minna í svona 2-3 ár og ég honum ævinlega þakklátt fyrir að hafa leiðið svona hjá mér og stutt mig svona vel. En þú missir allt. Maður missir náttúrulega heilsuna, maður missir getuna til þess að sinna börnunum, maður missir vinnuna mjög oft, eða allavega getuna til þess að sinna henni vel, maður missir samskipti við sína nánustu vegna þess að þau eru bara of erfið, maður missir ferðalög og maður missir allt það sem lífið í raunverulega gefur manni gleði við að gera. Og þetta alveg ofboðslega íþyngjandi og alvarleg staða að veri sem að ég vona að fólk sýni skilning. Mér fannst mikill vanskilningur á því sérstaklega í byrjun og ég get alveg sagt ykkur að fyrstu 2, 3 og 4 árin voru ofboðslegu barátta við kerfið. Mér fannst ég fá lítinn skilning og ég fann ekki lækna sem höfðu eða aðra sem höfðu virkilega skilning á þessu fyrirbæri. Það sem mér fannst vera mikill vanskilningur á til að byrja með var hversu alvarlegt það að lifa við svona mikla verki. Það að vera meira og minna verkjaður allan daginn, allan daga bara sálardrepandi. Og mér fannst tregða við að gefa manni verkjalyf. Og ég bókstaflega á endanum þurfti að gráta þau út og það tókst og það breytti mjög mikið fyrir mig. Og þessi læknar sem hafa hjálpað mér mest hafa einmitt fundið lyf sem að hafa hjálpað mér að ná tökum af verstu einkennunum og það hefur bætt líðan mína gríðarlega. Og ég segi þetta með þeim risastóra fyrirvara, ég örugglega eina manneskjan hérna inni sem ekki læknisfræðilega menntuð, en þetta mín upplifun. Það sem að mér fannst líka erfitt við ráðin sem ég fékk sérstaklega fyrstu árin, voru þau snéru svo ofta því að vera bara með almenna heilbrigðan lífstíl. Og það bara hreinlega ráð sem að gögnuðust mér ekki neitt. Ég borðaði mjög hollt fyrir, ég hreyfði mig mjög mikið, ég elskaði að vera virk. Ég gerði þetta allt eins mikið og ég gat. Ég fylgdi þessum ráðum samt og sum komu bara hreinlega í bakið á mér. Þau tóku líka oft fókusuna því sem gat hjálpað. Það var algjörlega useless, afsakið slettuna, fyrir mig að taka í gegn mataræði. Það breytti nákvæmlega engu á meðan að það voru önnur úrræði sem gátu hjálpað. Það var einn læknir sem var algjörlega harður af því að ég yrði að fara í sund. Það væri langbesta hreyfingin fyrir mig og ég náttúrulega vissi að það væri vonlaust og enda var ég með sjóriðu í heila viku á eftir. Ég fór til sjúkraþjálfara sem voru, og allir voru vel meinandi og lögðu sig fram, en settu mig í þjálfunarprógram sem bara gerðu mig veika. Að lokum þá reyndi ég náttúrulega að fá sálfræði aðstoð. Einu sinni var mér vísað í einhverja hópmeðferð þar sem var talað almennt hamingjuna og þegar þú ert á barmi örvæntingar við það að geta ekki sinnt börnunum þínum, þá bara vilt ekkert vera að heyra almenna fyrirlestur hamingjuna. Þannig að þessi almennu úrræði virkuðu ekki fyrir mig og það var ekki fyrir en ég komst í hendurnar á meiri sérfræðingum að ég virkilega fékk frábæra aðstoð. Mér langar líka og mér finnst svolítið leiðilegt að tala svona margt neikvætt því ég veit að þetta hópurinn sem hefur sennilega gert hvað mest fyrir okkur sem þjáum í þessu, en mér finnst mikilvægt að það sé talað hvað gekk ekki vel. Ég veit að fordómar eða skilningsleysi á þessum sjúkdómi háir mörgum af þeim sem eru í þessu baráttu. Ég hef sem blessunarlega orðið lítið vör við það, en ég hef vissulega orðið vör við það.
Og mér langar til að nefna eina sögu sem mörg ykkar hafa kannski heyrt mig segja, en þegar það var ekki hægt að útskrifa með göngudeildinni, COVID-göngudeildinni, sneiði munið sem var sett upp þarna við hliðin á Borgarspítalanum og maður mætti í múnderingu og læknarnir voru í múnderingu og þetta var allt mjög yfirþyrmandi og alvarlegt. Þarna þurfti ég að koma daglega og það var aldrei hægt að útskrifa mig því ég greindist alltaf jákvæð og ég var bara með svo mörg einkenni. Og læknirinn sem ég algjörlega elskaði því að hann var svo umhyggjusamur, hann horfði á mig eftir að ég var búin að koma þannig í viku og ég stór og bókstaflega nötraði því ég gat eiginlega ekki staðið í fæturnar og svitinn lak af mér. Og hann sagði, þetta er svo skrítið. Það er ekki eins og þú sért að gera þetta upp af því þú ert með hita. Og ég bara man að ég hugsaði í hvaða veruleika er ég. Á hvaða plánetu væri þetta svona eftirsóknarvert hlutverk að ég væri að gera mér það upp að mæta þarna á COVID-göngudeildina. Þannig að þetta er náttúrulega ófyrirgefanlegt og það má ekki bæta svona viðhorfum á þann ömurlega veruleika sem mörg okkar hafa verið að kljást við. En þá langar mig að tala aðeins úrræði sem ég vona sem að myndi gagnast og eitthvað sem að mér þætti tiltölulega auðvelt að gera og gæti allavega hefði hjálpað mér á þeim tíma sem ég var að reyna að eiga við þetta fyrirbæri. Það er í fyrsta lagi að hafa fjölbreyttar og réttar upplýsingar á einum stað. Langflesta því sem að ég hef grætt mest á að vita hef ég frétt frá öðrum sjúklingum eða lesið mig til á Facebook. Og það er bara mjög jákvætt og það er gott að hafa stuðning, en þetta er ekki staðirnir sem að maður á að fá réttustu upplýsingarnar. Og það þarf ekki bara eina einhverjar fyrirlestra eða greinar, það þarf allan þessa flóru af upplýsingum eins og þið hafa verið að kynna hér í dag allar þessar mögulega birtingarmyndir, úrræðin, lyf, annað, þessu þarf að safna saman á ábyrgan hátt. Ég er búin að nefna aðstofuna frá sérfræðilæknum. Það er algjörlega vonlaust að ætla til dæmis heilsugæslunni að hafa held ég þá þekkingu sem þarf á þessum flóknu veikindum til þess að eiga vera fyrst þá kontaktaðili sem á að halda utanum okkar veikindi. Og maður þarf að fá aðstoð frá þeim sérfræðilækningum sem tengjast þeim einkennum sem maður er mest að eiga við. Ég get ekki ítrekka nóg þennan sálfræðilega stuðning. Þetta er bara, það þarf virkilega sterk bein til þess að standa undir þessum eða í þessum veikindum og sérstaklega þegar það er svona erfitt að fá aðstoð. Og það er eiginlega algjört lágmark að fá stuðning við það að við upplifa þennan missi, þessa óvissu og bara það álag sem fylgir því að vera svona veikur. Síðan þarf bara mikla þolinmæði og langan tíma. Kerfi eru ekki þolinmóð, það er erfitt varðandi vinnuveitendur, varðandi fjölskylduna og alla hliðar lífsins að maður sé veikur árum saman, en það er eitthvað sem að mörg okkar lifa við verðum að fá skilning og stuðning við að þetta taki svona langan tíma. Þannig að mín skilaboð það þarf sterk bein til þess að komast heill eða allavega nokkurn veginn heill frá þessum alvarlegu, flóknu og leiðinlegu veikindum. Það sem oft er erfitt að fá aðstoð eða hún er jafnvel engin. Það eru 5 ár frá þessum faraldri. Það eru þúsundir Íslendingar sem eru að berjast við þetta, oft einir, og við þennan alvarlega sjúkdóm. Og ég held að við sem samfélag þurfum að fara að gera aðeins betur. Takk fyrir. Kærar þakkir Steinunn, ég efast ekki að margir tengja við margt af því sem að þú hefur sagt hér og það verður áhugavert ef við höfum tíma hér í lokin að ræða þetta frekar. En síðust á mælendaskrá er Marja Heimisdóttir landlæknir sem ætlar að fjalla þjónustu og stuðning við sjúklinga. Rétt þjónusta á réttum stað. Gjör svo vel, Marja. Komið sæl öll og þakka greinilega fyrir að bjóða mér að vera hérna og mér finnst þetta frábært framtak hjá Háskólanum og Landspítalanum að efna til almenns opins fræðslufundar þetta málefni sem að við höndlum nú ekki betur heldur en raun ber vitni og þessir mjög góðu fyrirlestrar sem að hér hafa verið hafa nú
endurspegla það að þarna sannlega mikil sóknarfæri. Mér langaði bara rétt að fara aftur í tíman og rifja upp hvernig skipulag þjónustuna var svona í upphafi að fyrstu aðgerðirnar vegna long COVID byrjuðu 2020 þegar að landlæknir stofnaði vinnuhóp. Það kom út klíníska leiðbeiningar og það var sett fram ákveðin verkaskipting milli heilsugæslu, Landspítala og endurhæfingarstofnana. Og þarna var byggt auðvitað á þeirri þekkingu sem þarna var til staðar, eðlilega, og lögð áherslu á samþættingu heilbrigðisþjónustu og skýrt skipulag og mikilvægi þess. Og ég held að þarna, eins og Steinunn var að benda á, að þarna hefur kannski sporað svolítið úr, að það var byrjað með, held ég, mjög góðar og vandaðar fyrirætlanir, en ég held að tíminn hafi kannski leitt það í ljósa að við höfum kannski ekki haldið þessu í nægilega góðum farvegi áfram, alltaf tala svolítið meir það. Á þessum tíma þá var viðfangsefninu skipt í 3 meginhópa, ósértæk einkenni, þá sem fengu alvarlega fylgikvilla og síðan sérhæfð eftirfylgd eftir gjörgæslumeðferð vegna COVID-19. Og þarna þetta tímabil, við vorum auðvitað ekki ein að fást við long COVID í fyrsta skipti og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin gaf þarna út í fyrsta skipti sérstaka skráningar og greiningarkóða mitt ár 2020 fyrir long COVID, annars vegar almennar eða ótilgreindar eftirstöðvar COVID-19 og hins vegar fjölkerfabólgu heilkenni tengt við COVID-19 eða multisystem inflammatory syndrome. Þekking þess tíma. Þarna var ég nú í öðru starfi og kom að því að koma þessu í farveg, það er að segja að semja við heilsugæslu, Landspítala og endurhæfingarstofnanir að veita tiltekna þjónustu. Það var farið aðeins í þetta áðan og ég held að við höfum kannski ekkert að eyða miklum tíma í það, en þetta er farvegurinn sem að þessi þjónusta var sett í til að byrja með. Og nýjustu tölur okkar fyrir langvinnt COVID sýna að það eru ríflega 3000 einstaklingar sem eru greindir með langt COVID, en eins og hefur komið fram hérna hjá fyrirlesrum, þá þetta alveg örugglega vangreint. Og við vitum ekki hversu mikið vangreint, en þetta vangreint. Og það stafar meðal annars af því sem að fram hefur komið hér líka áður að mörg okkar sem vinnum í heilbrigðisþjónustu höfum því miður ekki nægilega þekkingu til þess að greina og þekkjum kannski ekki nægilega vel hvaða úrræði eru til staðar fyrir þá sem að þurfa á þeim að halda. Þannig að það má búast við að þessi tala sé eitthvað hærri. Til upplýsingar og í tengslum við það sem ég tala svo hér á eftir að þá eru rúmlega 900 einstaklingar greindir með ME á Íslandi á sama tíma. Það eru margþættar áskoranir til staðar í meðferð þessa sjúkdóms og margar þeirra eru þær sömu eins og öðrum sviðum heilsugæslunnar, eins og til dæmis skortur á staðlari gagnreyndri greiningu og meðferð. Og því miður að þá hefur greiningaferlið verið langt og ekki nægilega skilvirkt og við þekkjum allt of vel reynslusögur eins og til dæmis Steinunn greindi okkur frá hérna áðan, þar sem fólk eiginlega gengur á milli Pontíusar og Pílatusar áður en það fær þá þjónustu sem það raunverulega þarf á að halda og þessu þurfum við að bregðast við. Úrræði og endurhæfing hafa verið oft takmörkuð og dreifð, skortur á vegvísun, það eitt sem að ég tel að skipti mjög miklu máli að fólk hreinlega viti hvert á að leita. Þegar maður veikur þá vantar mann ekki auka álagið af því að þurfa að hringja út allt og skrapa saman upplýsingar hvað sé hægt að gera. Og svo það auðvitað þannig að einkennin eru hamlandi. Þessi mikla þreyta, heilaþoka, önnur einkenni sem að gera það að verkum að maður nú ekki beinlínis kannski í standi til þess að standa í þessari baráttu og þess vegna þurfum við sem heilbrigðiskerfi að færa þjónustuna, setja hana í þann farveg að hún sé nær þeim sem á henni þarf að halda og fólk þurfi ekki að leita.
Allt þetta leiðir til seinkara greininga og vangreininga og það er auðvitað augljóst að við núverandi aðstæður á mætir þjónustan ekki þörfum sjúklinga. Þess vegna kem ég nú að góðu fréttunum og það er það sem að þið heflust öllum vitið að ráðherra hefur falið landlæknisembættinu að stofna vinnuhóp þjónustu við sjúklinga með ME, langvinnt COVID, POTS og skylda sjúkdóma og þetta gerðist núna í fyrri mánuði í september. Og það er þarna talið upp og ég ætla nú ekki að lesa það fyrir ykkur en í megin atriðum að þá er hlutverk hópsins að kanna algengi þessara sjúkdóma og þá þjónustu sem þegar er til staðar, skilgreina greiningarkóða, íhuga heppilegri og meira lýsandi sjúkdómsheiti heldur en eru til staðar og það sem er kannski aðalatriðið að sjá til þess að það verði til á Íslandi klíníska leiðbeiningar greining og meðferð. Síðan er nefnt þarna gerð fræðsluefnis, skilgreina endurhæfingu, eftirfylgd, velta fyrir okkur skipulagi, hvernig það verður best gert, skipulag við þennan fjölbreytta hóp og síðan fáum við svolítið opið rými til þess að bæta við öðru sem við teljum að geti komið að gagni fyrir þennan sjúklinghóp. Og þetta er mjög stór hópur og það sem að mér finnst sérstaklega mikilvægt er að hann er skipaður fulltrúum notendasamtaka. Það eru þarna fulltrúar ME-félagsins, fulltrúi POTS-félagsins og fulltrúi SKI sem er félag fólks með post-COVID. Við höfum boðið samtökum áhrif umhverfis á heilsu sem að er skammast af að sum. Við höfum boðið þeim að setja sinn fulltrúin í hópin og ég vona að þau geri það. Held að það skipti gríðarlega miklu máli að þeir sem að gerst þekkja til á eigin skinni að þeir eigi rödd í því þegar kemur á því að skilgreina og skipuleggja þjónustuna sem að þörf er á. Að sama skapi erum að sjálfsögðu með læknisfræðilega sérfræðinga úr mismunandi sérgreinum sem að þekkja gerst til þessara sjúkdóma. Og Háskóli Íslands á þarna einnig fulltrúa. Þannig ég held að það hafi verið, þessi hópur hafi verið settur saman af miklu metnaði eins og við miðað við mikilvægi og umfang vandamálsins sem við erum að vinna með. Og eins og ég hef áður sagt að þátttaka sjúklingasamtakana er ómetanleg og það sem við erum að gera á þessu stigi er að leggja áherslu á það að finna klíniska leiðbeiningar sem eru til þetta mismunandi ástand og leggja drög að vegvísun. Hún muni þetta byggjast á því að hvað klínisku leiðbeiningarnar segja. Þurfum að leggja drög að fræðslu fyrir almenning og fagfólk. Við heyrum það meðal annars í dag en við heyrum það líka til dæmis frá fulltrúum notenda í þessu starfshópi hvað vantar mikið upp á að þekking sé til staðar og hvað fólk kemur stundum því miður svolítið að tómum kofunum þegar það kemur með sína einkenni og viðfangsefni og síðan að sjálfsögðu og ekki síst til þess að geta haldið áfram að skipuleggja betri þjónustu og til þess að geta sinnt rannsóknum og þá þarf þetta að vera almennilega skráð. Og þess vegna erum við búin að taka saman, hvað ég að segja, alþjóðlega reglur með hvaða hætti eigi að kóða og skrá þessa sjúkdóma. Þannig að við getum komið því bæði inn í rafrænu sjúkraskrárkerfinu okkar og veitt klíniskum starfsmönnum fræðslu það með hvaða hætti á að skrá þetta. Við fundum á hálfsmánaða fresti og við erum búin að stofna undirhópa þar sem að er sérfræðilæknir sem er sérfræðingur í viðkomandi sjúkdómi og svo fulltrúi viðkomandi sjúklingasamtaka. Þannig að fulltrúi POTS-samtakana hittir hjartalækni og svo framvegis. Og þessi pör, þetta eru 2 aðilar yfirleitt, 1 sérfræðilæknir og 1 fulltrúi sjúklingasamtaka. Þau munu taka saman þær klínisku leiðbeiningar sem eru til staðar og rýna þær og leggja þá grundvöll að því hvaða klínisku leiðbeiningar við munum leggja til grundvallar. Það er ekki meiningin að Ísland fari að gera sínar eigin klínisku leiðbeiningar, heldur munum við velja bestu klínisku leiðbeiningar sem völ er á erlendis frá. Og þegar ég segi þetta bestu klíniska leiðbeiningar þá er það náttúrulega þannig að það er mjög mikið til af litteratúr þessa sjúkdóma og við þurfum að fara í gegnum það með fínni greiðu og finna bestu gögnin
og það eru til ákveðnar leiðbeiningar eða verklagsreglur það hvernig klíniska leiðbeiningar eiga að vera framsettar og hvaða gögn að leggja til grundvallar og við munum nota þessa leiðbeiningar til þess að bera kennsl á bestu gögn sem fáanleg eru til þess að stýra meðferðinni. Og eins og ég nefndi hérna áðan að þá höfum við boðið fulltrúum samtaka áhrif umhverfis og heilsu að koma inn í hópinn okkar og það fagnaðarefni. Það auðvitað til alveg gríðarlega mikils að vinna og ég held að þeir sem ekki hafa áttað sig á því, ættu að hafa áttað sig á því af því að hlusta á fyrirlesarana hér í dag sem hafa gert gríðarlega góða grein fyrir því hvers konar viðfangsefni við erum að tala. Það ekki hlutverk vinnuhópsins okkar að greina orsakir. Þar reiðum við okkur á erlent samstarf. En við erum með sjúklingahóp sem stór, vanmetinn, vangreindur og upplifir mjög mikla skerðingu á lífsgæðum til skemmri og lengri tíma. Og við verðum að gera betur í því að tryggja viðeigandi þjónustu og létta sjúkdómsbyrði þessara einstaklinga. Að sama skapi getum við ekki gefið afslátt á kröfum sem almennt eru gerðar til heilbrigðisþjónustu meðal annars hvað varðar öryggi, gæði og virkni meðferðar og þá á ég við að við þurfum að byggja þessa þjónustu á gagnreyndum upplýsingum rétt eins og alla aðra þjónustu. Við getum ekki kastað til höndum gagnvart þessum sjúklingahópi með hætti sem við myndum ekki leyfa okkur gagnvart öðrum sjúklingahópum. Það engin afsláttur á gæðum og öryggi gefin fyrir þennan sjúklingahóp. Það sem ég held að sé kannski mikilvægast að við þurfum að öll að sýna auðmýkt, sérstaklega við í heilbrigðiskerfinu, fyrir nýjum sjúkdómum sem við skiljum ekki alveg og kunnum ekki alveg nógu vel að meðhandla. Fólk veikt, þó að við vitum ekki af hverju það veikt eða af hverju einkennin eins og þau eru. Og það fullt af sjúkdómum sem eru innan gæsalappa viðurkenndir í dag sem að einu sinni voru taldir einhvers konar hugarburður. Og það alltaf skylda okkar í heilbrigðiskerfinu að gera allt fyrir sjúklinga sem við getum, þó við getum ekki læknað sjúkdóminn og þó við getum ekki fullkomlega skilið einkennin, að þá skylda okkar að líkna og lækna og hugga og það það sem við eigum að gera. Ég held að við séum að sumu leyti svo maður sé nú svolítið bjartsýnn, en það nauðsynlegt að við höfum fullt af tækifærum til þess að bæta hag og heilsu þeirra sem að glíma við langvinn COVID og ég vil líka nefna hér ME, POTS og fleiri svipaða sjúkdóma. Við erum með mjög mikla sérfræðiþekkingu hér á landinu, við erum með mjög öflug sjúklingasamtök og við erum á réttri leið með söfnun upplýsinga sjúklingahópinn. Við erum aðilar að alþjóðlegu samstarfi eins og til dæmis COVID-ment sem að nefnt hérna áðan. Það vilji af hálfu stjórnvalda til að gera betur og við erum komið með sprota þar sem Akureyrarklínikin. Skiptir gríðarlegu máli, en við erum komið pínlítið á stað. Við þurfum að halda áfram að safna og rýna gögnum greiningar, heimsóknir, innlagnir, veitta þjónustu og við þurfum að halda áfram að leggja áherslu á eftirlit meðal annars með gæðum og öryggi þjónustu og samstarf við systurstofnanir á Norðurlöndum. Og við fylgjumst vel með erlendur rannsóknum og þróun. Ég held að ég megi kannski segja frá því að ég í óformlegu samskiptum við íslenska erfðagreiningu og bið þau að láta mig vita ef að þau frétta eða heyra af merkilegri þróun sem að þarf að koma hingað til lands og við þurfum að vita af. Og ég held að það sem við höfum lagt upp með hér í dag sem kannski fyrst og fremst viljinn, að það viljinn það sem að þarf að liggja til grundvallar, viljinn til þess að gera betur, jafnvel þó að við höfum ekki allar þær upplýsingar sem að við vildum gjarnan hafa og mér finnst sérstakt fagnaðarefni og þakkarefni að þessi ráðstefna hér í dag, þar sem við setjum svolítið sameiginlega fingur á viðfangsefnið og tökum svolítið í hendur það að gera betur fyrir þennan sjúklingahóp. Þakka ykkur kærlega.
þakka þér fyrir, Marja. Ég vil þakka öllum fyrirlesurum fyrir sitt innlegg og við höfum því miður aðeins farið fram yfir tímamörk, en ég ætla samt sem áður að gera tilraun til þess að fá ykkur all hér í örstutt pallborð til þess að taka við fyrirspurnum ef einhverjar eru. Ég á ekki von á því að það verði nú mikill tími fyrir það, en þið virðið viljan fyrir verkið og þessi fundaröð einfaldlega sett þannig upp að þetta hugsað sem fræðsla í 1,5 tíma og ég veit að við myndum gjarnan vilja kannski sitja lengur og ræða ýmis álitamál sem að tengjast þessu, en ef það eru einhverjar spurningar hér þá gjör svo vel. Hver var Guðmundur? Þú varst þarna, held ég fyrstur að rétta upp hönd, gjör svo vel. Ég ætla að biðja ykkur að vera stuttorð og gagnorð. Það svona alveg í mikrofónum, við sætum það ekki alveg. En langar að þakka fyrir áhugaverða fyrirlestur og sérstaklega langar að þakka Steinunni fyrir síðan síðan. Það veist ég ekki. Aðeins á því Friðbjörn, þú sagði Friðbjörn, þú sagði að engin sýkir til að fundist í Akureyrarveikinni, en þú gerðir í spónuna að þetta gæti verið korona og við höfum það svolítið spónið, en þú fyrirgefur að það fundist að spónið, en sýkir hefur ekki fundist því að þetta veirursýkir, þess vegna hefur ekki fundist. Annars sem að veikur nákvæmlega eða förðunina, að það ekki verið minnst neitt á að það er long COVID og það er ekki minnst á bólusetningar. Þetta vendum að fá að heyra kommentekar á það. Hvers vegna því annars eftir. Takk fyrir það. Einhver sem vill taka þennan bolta? Friðbjörn, vilt þú? Svara þessu með Akureyrarveikin og kórnu. Ég hef aldrei séð einhvern dætt í huga að það hafi verið kórnuveira. Þetta hefur líklega verið endurveira svipuð pólíó. Það var... Já, það voru 2 eða 3 hendur á lofti. Þú ert næst og já, gjör svo vel. Sæður heiti og eina af þeim lánsömu sem gekk COVID hérna árið og ennþá fórstuðir aflökar hef ekki unnið núna í 4 ár. Það sem að landlæknir var að ræða vinnuhópinn í saknaði og mögulega bara sé ég þetta ekki eins og húsnæðisverkefni. En ég saknaði svolítið að þessi andlega, þessi hugræðarverkefni. En þess að mitt stærsta vandamál núna að langast að lifa. Ég að eyða öllum peningum mínum í samfélaginu. Sem að ég bótum bara. Eins og margir, ég var alltaf að bara flottir vinnu áður, ég bara, já ekki líf eins og ég aftur. Og það var ótrúlega þess að heyra steinni til að fá maður en það var ég. Nefnum bara, ég var ekki komið svo nátt eins og hún en það. En erum við, af því að þetta er svona byrjum það með hlýðingina sem ég skil, en andlega hlið á hvað það þarf að vinna með það. Og ég held að við séum alls saman með það sem við höfum nefnt í þessu. Að það er stærsti vandi núna. Maður er búin að venjast þreytunni, maður er búin að venjast örmöfnunni, en langar þess að lifa. Það finnst mér að stærsta áskorun í núna. Einhvern hópur sem að mun koma með þetta líka. Það er það sem spurningin fyrir. Já, Marja, gjör svo vel. Takk fyrir þessa spurningu. Það vill þannig til, fyrirgefðu ég að slökka á þessu, ég er algjörlega sammálaður að mikilvægi að þess að ávarpa andlegu líðanina, það auðvitað nauðsynlegt og kannski forsenda þess að fólk geti átt við líkamlegu einkennin að það sé, það hafið styrk til þess að eiga við þau. Þannig að já, þó það sé ekki geðlæknir eða sálfræðingur í hópnum, þá munum við sannarlega ávarpa þetta og mér langaði að nefna að í bílnum á leiðinni hingað, þá var ég með kollega að ræða þetta og við vorum að ræða akkurat þetta, hvernig þegar ekki er hægt að kannski lækna fólk fyrir en eftir langan tíma og hvernig getur maður látið fólki líða þannig að lífið sé þess virði. Og mér finnst að vera
það það sem þú ert að segja og ég algjörlega sammálaður að það hluta verkefninu, það að brúa tíman þangað til að þú kemst þangað sem að Steinunn lýsti að hún væri komin í gegnum þykkustu þokuna. Hvernig lætum að lífið vera þess virði að lifa því þann tíma? Já, takk fyrir að nefna þetta, algjörlega. Já, þetta eru 2 spurningar og við erum komin fram yfir tíman en ég ætla að gefa þér tíma til andsvars og ég held að við verðum síðan því miður bara tímans vegna að ljúka þessu, en gjör svo vel Marja, ef þú vilt bregðast við þessu. Má ég byrja á seinni spurningunni af því ég held að hún sé einfaldari. Landlæknisembættið er til í að tala fyrir öllum eða tala fyrir hagsmunum og réttindum allra sjúklinga þar sem við þekkjum sjúkdóminn og það er byggt á gagnreyndum upplýsingum. Og þess vegna til dæmis er nú sett þessi áhersla á að vinna með long COVID, POTS og ME vegna þess að við erum að reyna að bæta hag þessara sjúklinga út frá gagnreyndum upplýsingum. Þannig að já, ef að það eru gagnreyndar upplýsingar skaða af hvaða lyfi sem það er að vísu þannig að Lyfjastofnun sér eftirlit með lyfjum, þannig að við fáum það ekki svo mikið inn til okkar, en við viljum tala fyrir hagsmunum sjúklinga þar sem við höfum gagnreyndar upplýsingar sjúkdóm þeirra. Fyrir spurningin var af hverju það er ekki talað bóluefnin í þessu málþingi. Ég verð nú að viðurkenna það að ég skipulaði ekki málþingi og málþingi var long COVID og long COVID eins og kom fram hérna áðan virðist síður koma fram hjá bólusettum heldur en það kom fram í máli eins fyrirlestrar áðans, virðist síður koma fram hjá bólusettum heldur en óbólusettum og þannig að ég reikna með að þetta geta hinir fyrirlesararnir svara fyrir sig en ég reikna með að það sé þess vegna sem að ekki tala sérstaklega það. Já, ég veit að það eru margar brennandi spurningar og athugasemdir og jafnvel ályktanir sem að fólk vill bera hér upp en ég held að tímans vegna og auglýstrar dagskrár að við verðum að slá botnin í þetta í bili en ég veit að það verður ein stutt spurning.
Já, ef ég má bara... Ef ég bara má svara þessu, að þær rannsóknir, faraldsfræðilegu rannsóknir sem við höfum, sem eru orðnar geysi margar, sýna að long COVID er algengara hjá þeim sem ekki hafa fengið bóluefni. Ég var með eina 8 referensa hérna uppi áðan. Varðandi fjölda bólusetninga og long COVID, þá sá ég einhvers staðar þar sem að var gerð svona meta-analýsa, þar sem að var sýnt fram að 1 bólusetning fyrir sýkingu og síðan 2 eftir voru einhvern veginn meira verndandi heldur en annað. Ég get ekki alveg vísa í það rannsókn. Það er hins vegar alveg ljóst að upplagið okkar allra er einstakt og það getur vel verið að einhver þoli ekki að fá í sig silikon. Það er einhver sem þolir ekki að fá bóluefni. Það örvar einhvern vítarhring í þessu frumstæða ónæmisvari sem ég var að vísa til. Ef við gætum greint hvern og einn svona erfðafræðilega séð, hverju verða veiki, hverja ekki, sem við getum kannski í framtíðinni, þá getum við komið í veg fyrir þetta. En þegar svona massa bólusetning verður, þá munum við alltaf hitta á einhvern sem þolir ekki. Og við verðum bara að vita af því. Líkurnar hins vegar meiri gegnum sneitt að þú verndir heldur en skaðir. Látum það verða loka orðin. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir komuna og umræðurnar og fyrirlesurinn sérstaklega fyrir góð erindi og ég hygg að það verði annar fundur hér á vegum Háskólans og Landspítalans og hér er komin auglýsing fyrir þann viðburð sem verður haldinn í Eddu og í Streymi, aðferðir til að lifa af dimmustu mánuði ársins 28. nóvember kl. 11:30 og þið takið tíma frá. Takk fyrir.